En vindum okkur í málana, Agnes Bragadóttir og Sigurður G. Guðjónsson. Velkomin, bæði tvö. Takk. Ég ætla að byrja á þér, Agnes, að því að það er nú mikið búið að ræða Huldufélagi Steam og þú varst þarna með þessa grein daginn. Stendur ennþá við allt sem að þar kom fram? Að sjálfsögðu. Ég hef ekki neina ástæðu til þess að bakka með eitt einasta orð sem að ég skrifaði í mína grein. Það er búið að afflytja og það er búið að staðhæfa að þar hafi staðið hlutir sem að stóðu ekki í greininni, þannig að menn þurfa bara að lesa og bera síðan saman við... En nú er Jakob Falur búinn að... Jakob Valgeir. Jakob Valgeir búinn að gefa frá sér á afsakið, tilkynningu. Já, já. Og það hefur enn ekki, Jón Ásgeir er búinn að svara þér og... Já, já. Hvað, þú ert ekki enn búinn að koma fram með neinn gögn sem að bendla Jón Ásgeir eða Hannes Smárason við þetta? Nei, en hvað er bankinn búinn að viðurkenna sjálfur allt í einu? Að bankinn hafði frumkvæði að því að þetta félag væri búið til. Auðvitað var þetta leynifélag og þess vegna var Jakob Valgeir Flosason einn skráður í stjórn og stjórnarformaður vegna þess að þetta var frumkvæði bankans og hver var stærsti hlutafinn í bankanum. Auðvitað var það FL Group, hver var stjórnarformaður í FL Group, hann heitir Hannes Smárason, hver var í stjórn FL Group, það var Jón Ásgeir Jóhannesson. Þú útiloka það að þetta sé bara frumkvæði Lárusar Velding? Að sjálfsögðu útiloka ég það. Okkur. Af því að ég hef mínar upplýsingar það að stærstu hlutafarnir í Glitni FL Group beittu sér fyrir því að Glitnir færi í þetta mál og héldi þannig upp verði bréfana bæði í Glitni og FL Group. Ég meina þetta var fínt plan, sennilega ólöglegt, en ef að bréfin hefðu haldið áfram að hækka, eins og vonir stóðu til hjá þeim þegar þeir réðust í þetta, þá var þetta bara plott sem aldrei hefði komist upp. Hvað segir þú þetta, Sigurður? Ég náttúrulega, eins og mörg sem sagt, þá þekki ég náttúrulega ekki nákvæmlega málefni Steams, en það er náttúrulega ekkert komið fram neins það sem ég séð að þetta sé nákvæmlega með þessum hætti sem Agnes hefur lýst og þetta félag Steam er í sjálfu sér ekkert öðruvísi heldur en fjölmörg önnur félag sem voru stofnuð bæði árið 2006 og 2007 fyrir tilstilli bankana. Það var til dæmis stofnaður mikill fjöldi af félögum á vegum Kaupþings þegar Kaupþing tók að sér að tryggja sölu Einars Sveinssonar og Karls Wernerssonar á hlutum sínum í Glitni og þau félög voru öll fjármögnuð þannig að Kaupþing lánaði svona 80% og þeir sem að keyptu komu fram með 20%. Og það er auðvitað með þessi félög eins og mörg önnur fjárfestingafélög á Íslandi að þau hafa bara tapað peningum og bankarnir hafa bara tapað peningum og einu sem að hafa kannski farið með peninga út úr öllu þessu eru þeir sem að seldu í bönkum í gegnum svona fjárfestingafélög á síðasta ári. Þannig að... Ólíkt því sem að þú ert að segja núna í sambandi við þessar félagastofnanir hjá Kaupþingi, að þá var það ekki þannig að á bakvið tjöldin þá væri það þannig að Kaupþing ætti ráðandi hlut í félögunum sem voru stofnuð. Það lánaði... Þarftu ekki að bakka það betur upp þessa tengingu við Jón Ásgeir og Hannes Smárason? Þarf ég? Já. Nei, ég þarf þess ekki. Þær standa eftir og þær einhvern veginn ekki alveg rökstuddar? Nú, þær eru rökstuddar. Þær eru rökstuddar með því að það var haldinn leynifundur, ég hef upplýsingar það stendur. Þar var tekin ákvörðun að það þyrfti að drífa í því að ryksuga upp bréf sem væru á markaði í FL og Glitni vegna þess að bréfin höfðu ekki gert neitt annað en að falla og auðvitað þurfti að fá einhvern til að stofna félagi. Hvað segir mér núna Moggann, Agnes? Það er mjög margir aðilar sem að virðast hafa áhuga á Moggannu núna en enginn virðist hafa áhuga á honum eins og hann stendur akkurat núna og það er útlit fyrir að nýju Glitnir munir hreinlega að fara þarna inn með hlutafé. Er það? Þú segir mér fyrir það segja mér raddir. Er eitthvað annað möguleiki? Ég hef bara ekki hugmynd það hver staða Morgunblaðsins er núna vegna þess að ég veit bara það sem hefur staðið í fjölmiðlum bæði hjá okkur, komið fram í fréttum hjá ykkur, komið fram á mbl.is og Ríkisútvarpinu og bloggsíðum og vefmiðlum. Ég veit ekki hvað er satt og ég veit ekki hvað er rétt og ég veit ekki hver staðan er. Sigurður, væri það ekki í hæsta móti óeðlilegt ef að ríkið færi þarna inn, segjum 30% hlut eða eitthvað og þar með væri nú ekki beinlínis verið að gæta jafnræðis? Já, það er ekki ríkið, það er þá ríkisbankinn Glitnir. Ríkisbankinn nýi Glitnir. Og það er yfirlýst stefna, heyrist mér, að menn vilji að bankarnir, þrír ríkisbankarnir, taki eigin í félögum
sem að eiga í fjárhagslegum vanda og stofni það einhvers konar eignarhaldsfélag með það fyrir augum að það sé ekki bara tjón sem að ríkið eða skattborgararnir verða fyrir ef það þarf að gera þetta. Þannig það er í sjálfu sér ekki eðlilegt af því að mjög mikið búið að tala 365 og hvernig þessi 1,5 milljarður kom til. Ekki eðlilegt að samanskapi verði mjög mikið gagnsæi í þessu ferli með Moggann vegna þess að það er mjög mikið útlit fyrir að þarna þurfa að afskrifa ykkur skuldir eða ríkið þurfa að koma inn sem hluthafi? Jú, ég meina, það er náttúrulega alltaf spurning þetta gagnsæi, Ég er nú svona á því að meðan að hluthafarnir í Morgunblaðinu eiga sína hluti, þá sé það fyrst og fremst verkefni þeirra og bankans þeirra að leysa úr þessum fjárhagsvanda með einhverjum hætti, en það er ekkert endilega að bera það á torg og ef að menn hafi hins vegar áhuga á því að fá marga hluthafi, þá þurfa að búa til einhver gögnum það hvernig sem á sína þetta sé arðvæðileg fjárfesting og þá verður það gert opinberlega, en eins og þetta er í dag að þá skilst mér að þessi verið að reyna að finna einhvern hóp manna til þess að kaupa þetta. Hvað þætti þér Magnús ef að Hreinn Loftsson myndi eignast Morgunblaðið? Ég kýs nú bara að svara þessu með þessu ágæta svari no comment. Lættu það standa? Já, segi ekki orð undan meir. En Ríkisútvarpið, það er búið að vera mikið umfjöllun þessa vikuna. Var þetta ekki bara nauðsynleg aðgerð vegna þess að það er augljóslega búið að keyra langt fram úr ár eftir ár hjá RÚV? Þannig að spurningin er kannski frekar hvort þeir hefðu átt að skera niður á einhverjum öðrum stöðum heldur en á gólfinu í fréttavinnslu. Já, en þetta er svolítið merkilegt hvað fjölmiðlamenn eru uppteknir af því að fjalla fjölmiðla. Það er verið að segja upp fólki allt land. Og það er ekki ég, Sigurður. Nei, það er verið að segja fólki upp allt land. Og þá er það allt í einu orðið stór issue, hvort það er verið að segja upp hjá Ríkisútvarpinu, hvort að Morgunblaðið er í vanda. Það eru öll fyrirtæki á Íslandi í vanda. Og þetta eru erfiðasti mánuður fyrirtækja í dag. Það er desember mánuður, en hann er þungur í launagreiðslum. Það eru þetta virðisaukaskattur og það er launaskattur og það er ekki mikil viðskipti. Þannig að mér finnst nú þetta svona svolítil ofkeyrsla með Ríkisútvarpið og sérstaklega því ég var að koma hérna, þá er verið að fjalla það í fréttatengdum þáttum þar, hvort það sé slæmt eða gott fyrir samfélagið að svæðisstöðvarnar séu lagðar af. Þannig að fréttastofa RÚV, hún er komin í pólitískt stríð við stjórnunar. Mér finnst ekkert að því að það sé skorið niður hjá Ríkisútvarpinu eins og öllum öðrum miðlum og það hefur alltaf verið vandamál Ríkisútvarpsins að þeir hafa verið ofmannaðir. En hefði ekki átt að skera niður annars staðar, til dæmis í erlendu afþreyingarefni eða eitthvað svoleiðis? Ég veit á þessum tímum er náttúrulega mikið þörf fyrir það má vel vera að það hefði verið rétt að gera það og ég hef nú stundu sagt að það sé örugglega ekki í hlutverki Ríkisútvarpsins. Ég hef komið að þessu svo lengi að vera að keppa við að kaupa Hollywood-sápur á uppsprengdu verði og sprengja þann með fjárhagsramma frjálsastöðvana. En sambandi við þetta sem að Sigurður segir að þú veist að mér er alltaf illa við að vera sammála þér, Sigurður, en ég er þér hjartanlega sammála. Þessi sjálfhverfa í sambandi við það þegar gerist eitthvað á fjölmiðlum, það þýðir ekkert að láta eins og þjóðfélagi sé að fara á annan endan þó að einhverju sé sagt upp hjá fjölmiðlum. Það er auðvitað alltaf sárt þegar uppsagnir lenda á fólki. En það er yfir 6.000 mann sem er búin að missa atvinnu sína á þessu ári og Sigurður segir þetta er langversti mánuðurinn á þessu ári og ég held að janúar verði ennþá verri mánuður. Þannig að hættum að sjálfhverfun og fjölmiðlunum, hvað finnst ykkur Steingrímur J og fylgi VG og haldið að það sé innistæða fyrir þessu fylgi? Er þetta bara ónæg fylgi? Ég er nú að vona sér ekki innistæða fyrir þessu vegna þess að ég var nú að horfa á Steingrím hjá þér í gær og ég hef ekki séð Vinstri græna sem flokk koma fram með neinar tillögur til lausnar á efnahagsvanda samfélagsins í dag, nema kannski þá helst að loka okkur inni og þá held ég að væri nú ekki gott að hleypa þeim að köllunum. Já, þetta er aftur að vera sammála, Sigga? Já, ég horfði líka á Steingrím J hjá þér í gærkvöldi og mér fannst ekki vera nein innistæða fyrir þessu. Steingrímur er náttúrulega afburða ræðumaður, en hann hafði ekkert að segja, hann hefur engar lausnir, hann hefur engar hugmyndir og samt er maðurinn að tala að það verði að kjósa. Ég meina kjósa hvað? Við verðum þá að hafa einhvern valkost, en hann er bara ekki fyrir hendi, þannig ég segi við verðum bara að fara leyfa fólkinu sem er kosið til starfa að vinna vinnuna sína. Mér langar rétt að lokum á meðan ég hef ykkur hér að setja í loftið svolítið sem við komum auðvitað á við Tjörnina daginn. Það er Hannes Smárason, það er búið að
teikna þarna jakkaföt á ruslatunnur og skrifa Hannes Márásson í riðina. Þetta er svona einhvers konar gjörningur. Hvað finnst ykkur um þetta? Þetta er vel gert. Já, það er ekki bara voðalega fín. Og ferslufan. Er þetta ekki ágætis leið fyrir fólk til þess að fá útrúð fyrir gremjuna frekar en að beita einhverjum öðrum leiðum? Það er auðvitað miklu betra að skreita umhverfið og gera með þessum hætti heldur en að henda kannski eggjum eða einhverju öðru í hús. Þakka ykkur fyrir komuna bæðið tvö.